Hvað vísindaleg aðferð? Þetta aðferðafræði sem hefur verið notuð mjög lengi, bæði í raunvísindum og hugvísindum, þar sem ákveðnu kerfi fylgt, hvernig við rannsökum hluti, hvernig við skráum, til þess að sýna fram á að einhverjar kenningar sem við erum að halda fram standist eða ekki. Við getum aldrei sannað kenningar beint, en við getum afsannað þær. Og við getum sýnt að gögnin styðji það sem við erum að halda fram. Þegar ég ætla að rannsaka eitthvað, þá þarf ég að setja fram rannsóknarspurningu. Og ég þarf að setja fram tilgátu sem þá líklegt svar við rannsóknarspurningunni minni. Rannsóknarspurningin gæti verið, ég vil vita allt plöntur. Það rosalega opin spurning. Hvernig á ég að svara þessu? Það svolítið erfitt. Þannig að þrengi þetta, eru plöntur lifandi? Þá geti tilgátan verið, já, ég held að plöntur séu lifandi vegna þess að, og ég get svo sannreynt það, en það svolítið opið líka. Betri rannsóknarspurning væri, til dæmis, hreyfa plöntur sig? Og tilgátan þá, já, ég held að plöntur hreyfi sig og út af hverju. Síðan þarf ég að gera athuganir. Ég get ekki mynd af þessu blómi hérna, snúið því. Eftir 1 sólarhring, tekið aðra mynd, snúið því, eftir 1 sólarhringi viðbót og séð blómið að hreyfa sig. Og ég átta af hverju. Og þá get ég kannski dregið ályktanir af því. Ég þarf að skrá allt sem ég geri. Ég þarf að kynna mér hvað vitað þetta nú þegar. Stundum viljum við ekkert rannsaka hluti sem við búið að rannsaka. Stundum viljum við sannreyna að rannsókn sem hver annar gerði sé rétt. Og síðan drögum við saman niðurstöður, hvað gerðist, lýsum því sem gerðist og hvað við gerðum og tökum það svo saman í ályktun þar sem við svörum tilgátun okkar, svörum rannsóknarspurningunni. Þetta hreyfa plöntur sig, við teljum það sé út af þessu, rannsóknin styður það og þess vegna þetta bla bla bla. Og þannig drögum við þetta saman. Svona virkar þetta svolítið einfölduð útgáfa af vísindalegri aðferð, en svona virkar þetta í grunninn.